ég sá einn spunadoktor stjórnarliða, hann hreykti sér að því að menn hefur búin að vandraðast með þetta í 40 ár en það hefði tekið þessa ríkisstjórn 94 daga að koma með þessa aðgerðaráætlun og svo þegar maður horfir á þetta og þetta fólk gefur svo út fyrir að vera alltaf mjög faglegt og hefur gagnrýnt menn í gegnum tíðina, þeir hafa ekki haft undirbyggt ráðstafanum sína nóg með greiningum og hagfræðiskoðunum og svona alls konar sviðsmyndum og annars líkt, ekkert birtist núna þegar atvinnuráðherrann hann að kynna þessar tillögur sínar, það birtist ekkert, heldur tekin einhvers konar breiðsíða í bara áróðri, maður sér það, bara allir fjölmiðlar uppfyllir og samfélagsmiðlar af fólki sem að reyna að réttlæta aðgerðina út frá einhvers konar sensasjón, vill ég meina. Við getum alveg sagt, jú, það er alltaf gott að fá meiri peninga til að gera alls konar hluti. En nú þetta látið lítið út eins og þetta sé án nokkur afleiðinga. Bara sjávarútveginn eigi bara svona mikla peninga og hann sé bara fjárfesti í einhverju vitlis og annars staðar og þá sé bara betra að taka peningin af þeim. En sko... Býtu aðeins, þetta líka, ég tók eftir þessu með að fjárfesta annars staðar. Sko, hvað eru menn að gera? Menn að fjárfesti í sjávarútvegi, þar sé að sjávarútvegsfyrirtækin, eigendur þeirra að fá arð. Er það ekki bara heilbrigt og ætti ekki menn að fagna því ef að það eru til fjárfestar sem vilja fjárfesti í öðrum fyrirtækjum en sjávarútvegi, fjárfesti í ferðaþjónustu, fjárfesti í húsnæði, fjárfesta í iðnfyrirtækjum hér sem við höfum séð vera að gerast, fjárfesta í nýsköpun, fjárfesta í verðmætasköpun, eitthvað sem er að gerast. Það verða einhverjir eiga fyrirtækin. Þannig að það er algjör hugsanavilla, hagfræðileg hugsanavilla að halda því fram og bera það á borð eins og hrókafullur atvinnuvegaráðherra gerði í Kastljósi í gær að það sé alltilega eins og þú segir að taka bara peningin af fólki vegna þess að þeir annarkvort eyði þessu annar staðar. Það er ekki að eyða einhverju í vittleysu ef þú kemur og hjálpar atvinnulífinu með því að fjárfesta annar staðar. Já, það var náttúrulega, það kannski hægt að taka bara pening almennt. Býtu, ert þú ekki að fara í einhverja vitleysisferð til Tenerife? Er ekki betra bara taka það inn í ríkissjóðs og þá ert þú ekki að þvælast eitthvað, sko. Þessi hugsun... Það er almennt bara svo maður bara horfa á þetta til þess að gera þetta mjög einfalt að þá er það þannig að við erum bara með hagkerfi og það er þannig að ef að hagkerfi eftir því sem að hlutur ríkisins verður meiri í hagkerfinu, við erum með 4.650 miljardar sem er landsframleiðsla. Við fórum yfir það í síðasta þætti. Já, þetta er hækkað 1% á milli ára. 1% vegna þess að það er stöðnun. Já. Og þá komum við aftur að því að til þess að koma hlutum frekar í gang, þá byrjar ekki á því að hækka skatta. Þessi ríkisstjórn ætlar að gera það. Það er nefnilega eitt sem er í hagfræðinni og það er það að það er ákveðin tigni í sköttunum. Tigni merkir að ef þú lækkar verða á okkur vöru að þá selst hún frekar. Sumar verður ótegnar, brennivínið, þess vegna hækka menn yfirleitt vín, sko, það skiptir ekki máli, þú er alltaf sömu kaupin. Sem við segja við enska fótboltan. Þú gæti verið ensk við sem við horfum á enska fótboltan. Já, það er ekki verið að hækka hann núna. Það breytir einhver hann er hækkað, hann hefur forgang. Það er alltaf sem við villisíkandi sem kaupa hann. Já, við erum alltaf villisir sem horfum á hann. Aðalatriði er það að þú hækkar ekki skatta í svona til þess að auka umsvif og örva fólk til dáða. Menn sem að hækka skatta í svona hagkerfum letja fólk til umsvifa og það þýðir að þú vinnu minna. Þess vegna hefur oft verið gert að þú með skattalækkunum þá er þetta þannig, þá er prósentutalan lækkuð en það sem gerist er það að skatttekur, það er aukast umfram það sem að menn segja. Ég man eftir þessu að þegar að eins og í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar að þá hækkuðu skatttekjur en skattprósent, hann hafði lækkað skattprósentuna. Þá risu vinstri menn upp og sögðu, Davíð er að hækka skattana, það er að koma meiri skatttekjur. En hann hafði lækkað prósentutöluna. Eina sem hafði gerst var það að umsvifin urðu meiri, veltan var meiri, veltu skattar urðu meiri. Þannig að þar með komi meiri skatttekjur inn.